Annað þingmál væntanlegs bandalags jafnaðarmanna það bil að sjá dagsins ljós. Við viljum gefa fiskverð frjálst, burt með oddamanninn, burt með ríkisvaldið. Samningar manna og samtaka þeirra eiga að vera frjálsir. Menn og samtök þeirra eiga að bera fulla ábyrgð á því sem þeir eru að gera og semjum. Ef húsin semjum herraverðu þau geta greitt, þá eiga þau að fara á hausinn. Er ríkið á ekki að greiða þeim bakreikninga með lækkuðu gengi, hækkuðu vöruverði fólksins í landinu. Við viljum frelsi fyrir litlar einingar. Við viljum ábyrgð fyrir einstakling og samtök þeirra. Við viljum að samningsgerð sé frjáls og við viljum að maðurinn sé frjáls. Varðhundar valdsins eru víðar, varðhundar hins þrönga og lokaða flokka kerfis. Menn spyrja af hverju við í væntanlegu bandalagi jafnaðarmanna tökum þá áhættu sem við gerum, því ekki eigum við mikla peninga og ekki eigum við aðgang á stofnunum valdsins. Ég vil segja pólitíska dæmisögu. Eitthvað veigamesta frumvarp sem við höfum staðið fyrir hér á Alþingi er frumvarp til laga heimildir til handa starfsfólki og stærri vinnustöðum að semja sjálft kaup sitt og kjör eða hvað annað, þar með talin félagsmál og aðild að stjórn eða eignaraðild að fyrirtækjum. Þessi hugsjón hefur víða verið kynnt á vinnustöðum og eigum við að segja að fólk hefur sýnt henni áhuga. Það veit að hér er verið að fjalla aukin réttindi og aukin völd, víst dreifð, en þess sjálfs. Við höfum þurft að sæta því að í gamla flokknum er eitthvað appírat sem þeir kalla verkalýðsmálaráð. Þar sitja nokkrir tugir karla og kvenna sem meira og minna hafa öll atvinnu af störfum í þágu verkalýðshreyfingar. Aftur og aftur hefur þetta fólk kolfellt að gamli flokkurinn sem slíkur hafi nokkur afskipt af þessu máli, nú síðast fyrir nokkrum vikum. Við hins vegar vitum að þetta kerfi er rammfalskt. Þetta fólk er ekki fulltrúa fyrir neitt nema sjálft sig og hagsmuni sína. Nú verður auðvitað að álykta afar varlega og ekki vil ég gera þessu fólki eða yfir nokkrum manni upp illar hvatir. En hagsmunavarsla af þessu tagi er stórhættuleg og umfram allt stendur hún framförum og frelsi fyrir þrifum. Þessi litla dæmissaga segir mikla pólitíska sögu. Hún er lýsing á hagsmunavörslu gamla flokkakerfisins eins og það leggur sig. Helsti talsmaður gegn þessu frumvarpi á Alþingi hefur verið háttvirtur þingmaður Guðmundur Guðmundsson. Eins og í vaxtamálum gengur hann ekki erinda síns fólks, svo mikið er víst. Og ég vil bæta við að þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir allt eru auðvitað góðar taugar í mínum gamla flokki. En þessi þrönga hagsmunavarsla, og ég kynni þar fleiri dæmisögurnar, er ekki aðeins ósæmileg, hún er beinlínis andlýðræðisleg. Hinn þröngu flokksvöld teygja arma sína víðar. Yfirstéttin hér á hinu háa Alþingi, dyggilega studd varðhundum valdsins, ekki síst á ríkisfjölmiðlum og flokksblöðum, hefur sína siði og sína leikareglur. Og ég vil nú bæta við að verður að lýsa reglu þó svo fráværi séu veigamiklar undantekningar. Þið hafið heyrt á hér í kvöld metast það hver hefur skrökvað mest af þjóðinu á árum áður og hver minnst. Allir hafa þeir nokkuð til síns máls, satt er það. Svo koma þeir fjallaðni í skýrslum úr þjóðhagsstofnun og lesa verðbólgutölurnar sínar. Þeir eru ekki ósamál neitt sem máli skiptir, í raun og veru eru þeir allir eins. Munurinn er aðeins á að sumir eru ráðherrar en aðrir vilja vera ráðherrar. Ég vil segja sögu hegðan valdakerfisins, aðferðirnar sem það hefur til þess að halda uppreisnarmönnum niðri, gagnrýni úti. Eftir myndun núverandi ríkisstjórnar kom fljótlega 1. mars 1980. Það átti að leiðrétta vexti samkvæmt lögum efnahagsmál Ólafslög svokölluð. Ég bað orðið utan dagskrá til að spyrja hæstvirtan bankamálaráðherra Tómas Árnason hverju það sætti að það hefði ekki verið gert. Lögbrjóturinn kom í þennan ræðustól og hafði nánast það mikilvægast að segja að umræður utan dagskrá væru hvimleiðar og spilltu fyrir eðlilegum þingstörfum. Eðlilegum þingstörfum, sagði lögbrjóturinn. Og uppistaðan í frétt Ríkisútvarpsins þá kvöldið var svo felld. Alexander Stefánsson, sá sem var hér áðan, sem gegndi starfi forseta neðri deildar í fjarvi Sverris Hermannssonar, sagði úr forsetastóli að þessi umræða sýndi nauðsyn þess að endurskoða reglur Alþingis umræður utan dagskrár. Þetta var þjóðinni sagt umræður lögbrot á hinu háa Alþingi. Svona dæmi má taka endalaust. Annað dæmi meðferð valdsins á háttvirtum þingmanni Guðrúnu Helgadóttur þegar hún reyndi að halda á lofti mannréttindum erlends pilts sem hingað kom til lands sem gestur. Valdið, fjölmiðlarnir, höfðu engan áhuga á prinsípinu, rétti mannsins til að hlýða samvisku sinni. Þeir hins vegar hundeltu háttvirtan þingmannin með sitt eina áhugamál. Hvaða áhrif hefur þetta upplaup, þessi uppákoma á stöðu valdsins í landinu? Þriðja dæmið meðferðin samtryggða valds á okkur sem sjáum í gegnum þetta næfur þunna og brothætta kerfi sem samanstendur af nokkrum hundruðum, karla og kvenna. Sýslumaður einn án heimildar og án umboðs lætur Ríkisútvarpið hafa eftir sér róg nýlátna erlenda stúlku og særða systur hennar eftir harmleik erfiðari en tárum tæki. Spurt er á Alþingi hvort ráðuneyti hafi séð ástæðu til að gera athugasemd við þessa framkomu en áður hafði Blaðamannafélag Íslands ein vald druslan til ályktað til varnar sýslumanni.
Valdakerfið bannar þessa fyrirspurn og ætlar ennfremur að brjóta landslög á spyrjanda með því að láta bannið ekki koma til atkvæða samdægurs eins og landslög þó mæla skýrt fyrir Þetta er aðferð sem ríkisfjölmiðlar og flokksblöð taka fullan þátt í til þess að láta gagnrýni líta út sem gífuryrði og upphlaup. Valdakerfinu tókst ekki að þessu sinni fyrrum flokksbræður stóðu með, þó með hangandi haus væri, umfram allt Alþýðubandalagið stóð með. Það mun hafa verið verk hæstvirts fjármálaráðherra Ragnars Arnalds og má upplýst fólk í landinu standi í þakkarskuld við hann fyrir það að þessi atlaga valdakerfisins að einstaklingi gegaði. Tveir fyrrum flokksbræður stóðu hins vegar upp og þurftu endilega leið og þeirra afsakandi tilkenndu að þeir voru meðmæltir að flytja ástarjátningar til valdsins, segja að þeir varu nú samt á móti efni fyrirspurnarinnar með rógi valdsins. Og eitt stórmennið satt þess utan hjá. Á þeim degi þeirra sem ég þekki var Alþýðuflokkurinn gamli lágkúrulegastur. En í þrönga flokksvald smýgur víðar. Meira sé á bókmenntasviðinu vilja þeir taka af okkur ráðin, segja okkur hver er skáld og hver ekki. Og nú sný ég blaðinu við. Á Morgunblaðinu, sem auðvitað er því miður óupplýst og þröngt flokksblað í vondum skilningi orðsins, hefur þó svona verið ort í síðustu bók höfundar. Í svipnum hans sé ég æsku okkar og eitthvað svo viðkvæman sumarstreng, við skiljum vart þessi óblíðu örlög sem ætla sér vinur þinn góða dreng. Við uxum úr grasi með glitrandi vonir en gleymdum oftast að hyggja að því að það er ekki sjálfsagt að sólin rísi úr sæ hvern einasta dag eins og ný. Og veröldin kom eins og vorbjört nóttin með vinalegt bros eins og gleði til þín og lífið kom einnig með ótal drauma í óvænta franska heimsókn til mín. Nú bíðum við þess að bráðum komi, þessi broslausi dagur og svo þetta högg, þegar líf okkar er að lokum aðeins eitt lítið spor í morgundögg. Svona yrkir ekki nema ljóð snillingur meðal þeirra fremstu á tungunni þeirra sem nú eru til. En þetta þrönga og lokaða flokkakerfi hafið þið hugsað það. Hefur lagst á hann vegna stöðu hans. Þeir bjuggu meiri sér til orðið sálmarskáld sem háðsýrði. Jafnvel á þessu sviði láta þeir fólk ekki friði. Það skal breytast, það verður að breytast. Við viljum gera uppreist, en uppreist innan þess ramma sem stjórnskipunin gerir ráð fyrir og aldrei öðruvísi. Við viljum gera uppreisn í grasrótinni út á meðal fólks. Við treystum því að fólkið vilji. Við myndum ekki flokk, aldrei framar flokk, heldur laustengt bandalag laustengdra samtaka karla og kvenna, þar sem það ræður miðað við höfðatölu. Við vitum okkar vanda. Hann er sá að þó að við séum ídealistar í dag, þá getum við verið orðin stofnun fyrir varir. Engin hugsjón nær nema ákveðnum aldri. Þá var hún stofnun. Þess vegna verðum við alltaf að vita, væntanlegir þáttakendur í bandalagi jafnaðarmanna, að þá svo þörf sé fyrir okkur í dag, þá er langt frá því að svo þörf vari til eilíðar nóns. Þar kemur, kannski fljótt og kannski seint, en þar kemur að við þurfum að þvælast fyrir, eins og gamla flokkakerfið gerir í dag. Þetta verðum við að vita. Þeir munu ráðast að okkur, við upphrópunum, með því að loka fjölmiðlunum. Þeir munu reyna að hæðast, reyna að láta allt líta út sem upphlaupið að gífuryrði. Ég nefni dæmi. Hæstvirtur ráðherra Svavar Gestsson segir á fundi flokksins að fram sé að koma mörg aukaframboð. Ég endurtek aukaframboð. Hugsið ykkur mannfyrirlitninguna, þá fyrirlitning á skoðunum annara sem felst í þessu litla orði. Og líklegt er að fjölmiðlakerfið kaupi þetta valdsins orð. Auðvitað vill Svavar Gestsson aðeins hann sjálfur og Geir Hallgrímsson séu aðalframboðum, svo þið getið metust það hvora við skrökvað meira og þrasa svo lítið NATO. Þetta er þeirra kerfi og þeirra vald og við hinn, við erum auka persónur, kannski auka Íslendingar. Þeir mega kalla væntanlegt bandalag sérframboð, en við eigum von og kannski erum við von. Við treystum því að fólkið í landinu sjá í gegnum vald hrokan hið niðurnjörvaða vald með sama hætt og við gerum sjálf. Við höfum nefnt lausnir, en þær lausnir snúast auðvitað einvörðungu svokölluð stjórnmál. Eftir sem áður er það einstaklingurinn, gleði hans og sorgir sem mestu máli skiptir. Hann er sjálfur bærastur í eigin málum og til þess þarf hann aðeins þolanlegar aðstæður, frelsi og frið. Ég þakka þeim sem hlýddu.